það náttúrulega koma í ljósa margt sem að embætti sérstaks saksóknara gerði á þeim tíma þoldi ekki dagsins ljós eins og að hlera símtöl lögmanna og stjórnstæðinga þeirra og þeir fengu bara aðeins bátt fyrir. Okkur hafði hins vegar líka alltaf grunað því að hún vinna fyrir aðra sakborninga sem að aldrei voru ákærðir eins og Pálma Haraldsson í Iceland Express og Fons. Hann var aldrei ákærður. En það liggur hins vegar fyrir og nú komið í ljós það sem að okkur grunaði, samkvæmt frásögn Jóns Óttars, að þegar að slitastjórnin lagði til atlögu gagnvart Pálma, Jóni Ásgeir, Ingibjörgu Pálmadóttur og fleirum, þá var það gert í samstarfi og samráði við sérstakan saksóknara sem ekki hafði þá nein mál til rannsóknar á hendur þessum aðilum. Já, slitastjórnin höfðaði mál gegn þessum aðilum í New York og hélt blaðamannafund á Íslandi og það var það að fresta blaðamannafundinum 1 dag af tæknilegum ástæðum vegna þess að embætti héraðssaksóknara hafði ekki náð að setja upp, sérstaks saksóknara hafði ekki náð að setja upp hlerunarbúnað þannig að það næðist að hlera alla þá aðila sem að fengju fréttir af því af blaðamannafundi slitastjórnarinnar að það ætti að höfða mála hendur þeim í New York. Er þetta ekki ólögmætt? Þetta er náttúrulega allt ólögmætt og þess vegna kannski kemur kannski að því sem að skiptir máli að þegar að Jón Óttar og Guðmundur heitinn höfðu réttarstöðu sakbornings þarna kringum 2012-13 í fyrra málinu að þegar ríkissaksóknari áttaði sig á því að það væri ekkert nema skítur á floti inn í embætti sérstaks saksóknara þegar kæmi að meðferð sakamála að þá var ekkert gert í þessu máli frekar. En núna árið 2025 og 2026 þá enn komin einhver rannsókn á Jóni Óttari út af gagnaleka frá embætti sérstaks saksóknara sem að hann stóði ekki að frekar en bara aðrir sem að störfuðu hjá því embætti vegna þess að þaðan lag allt út sem gat leikið út. Já. Og svona skiptastjórar í þrotabúum virðist eiga greiðan aðgang að skjalageymslum embættisins. Einmitt. Og hann segir frá því hvernig ákveðnir aðilar nefnir þessi nöfn sem eru Hólmsteinn Gauti og Grímur Grímsson og hvernig þeir voru allir í þessum samskiptum við Grím Sigurðsson skiptastjóra Milestone til dæmis og þessar slitastjórna. En Sigríður Friðjónsdóttir eða þessar sem skrifar upp skýrslunum og yfirheyrslunum ákveður að draga það út úr eða þess að láta það hverfa úr skýrslunni. Hvað finnst þér það segja okkur? Já, sá sem hefur velritað upp skýrslunar eftir hljóðupptöku hefur ekki ákveðið að láta neitt hverfa. Það einhver sem að stjórnar rannsókninni sem að lætur það hverfa sem óþægilegt fyrir samstarfsaðila innan réttarvörslunar. Þannig það nú. Þannig að það ekki nefn vonað að þú fáir sennilega seint svör frá Sigríði Friðjónsdóttur það hvers vegna skýrslan ekki í samræmi við hljóðupptökuna. Já, ég einmitt búin að senda fyrirspurnir og ítrekkanir núna í 3 gang síðan í byrjun desember. Fyrsta tölupóstunum fekk ég bara svona hefðbundi svona erindi móttekið, erum í bandi eða þannig. Svo kom bara engin svör og við ítrekkununum hefur bara ekki komið múkk. Mér finnst það að sérstætt er ekki svona stjórnvaldi eins og ríkissaksóknara skylt að svara erindum fjölmiðla? Jú, ríkisstofnunum og þar á meðal og framkvæmdarvaldsögum almennt skylt að svara erindum og svara þeim innan ekki of langs tíma. Auðvitað geta þau skylt sér einhver leyti bak við þagnarskyldu eða að mál séu til rannsóknar og það varði rannsóknarhagsmuni að upplýsa ykkur þau. En nú liggur það bara fyrir að maðurinn sem að var nú til rannsóknar þegar að þessar skýrslur eru til, hann hefur sagt frá þessu
og þess vegna þarf auðvitað ríkissaksóknari að segja og svara því hvers vegna hljóðskýrslur eru ekki, uppritaða skýrslur eru ekki í samræmi við hljóðfæluna og hvers vegna eitthvað var fellt út. Þetta þarf auðvitað ríkissaksóknari að svara. Hann getur ekkert komist undan því. Já.